Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 18. ágúst 12. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins lækningin mikla, frelsið í Kristi. Í lexíunni biður sálmaskáldið, vísa mér veg þinn, drottinn, að ég gangi í sannleika þínum, gef mér heilt hjarta að ég tigni nafn þitt. Í pistlinum sem ég mun tala út frá frásögnin af því þegar Jesús birtist Páli sem þá hét Sál á leiðinni til Damaskus. Og í Guðspjallinu gaf Jesús blindum manni sjón. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Pistillinn sem ég valdi að tala út frá í dag afar löngu lesning sem ég mun rekja jafnóðum en textin frásögn af því þegar að Sál sem við þekkjum best sem Pál postula var á leiðinni til Damaskus til að handtaka kristna menn og færa til dóms í Jerúsalem. Þessi kafli í postulasögunni ákveðin vendipunktur. Því að fram að þessu hafði Pétur verið leiðtogi postulana, en þaðan í frá varð Páll fremstur í boðun fagnaðarerindisins. Sál eins og Páll hét þá var álitinn einn efnilegasti ungi fariseinn og ákafur í að framfylgja ákvæðum laga Guðs. Þegar hann sá vaxandi fylgni manna við kristna trú, sá hann trúna sem ógn við gyðingdóminn og hóf af miklum ákafa að leita leiða til að uppræta þennan söfnuð sem hafði mist leiðtoga sinn í dauðan. Í lok postulasögunar þegar Páll þurfti að verja sig frammi fyrir Agrippa konungi, lýsti hann sjálfum sér sem farisea frá fyrstu tíð. Hann hafi fylgt strangasta flokki gyðingdómsins og talið sér skylt að vinna að öllum mætti gegn nafni Jesú. Með leyfi æðstuprestana hafði hann í Jerúsalem hneppt marga kristna í fangelsi, pyntað þá til að afneita trúnni og látið taka af lífi. Svo freklega gekk hann fram að hann fór til borga erlendis til að ofsækja þá. Og pistillinn í dag segir einmitt frá ferð hans til Damaskus, þar sem Jesús birtist honum sem ljós, bjartara en sólin og Páll blindaðist. Páll og þeir sem voru með honum féllu allir til jarðar og fleiri frásagnir í Biblíunni að menn falli til jarðar í nálægð við hina kraftmiklu dýrð Guðs. Jesús spyr hann á hebresku, Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver þú, Herra, spyr hann. Og drottinn segir, ég Jesús sem þú ofsækir. Rís nú upp og statt á fætur. Ég birtist þér til þess að þú þjónir mér. Ég mun senda þig til gyðinga og heiðingja og vernda þig fyrir þeim. Þú átt að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljóssins, frá valdi Satans til Guðs, til þess að þeir trúi á mig og öðlist fyrirgefningu syndana og arf með þeim sem helgaðir eru. Þegar Páll stóð upp og opnaði augun, sá hann ekkert. Hann var blindur. Hinn stolti og kappsami farisei varð að brjóta odd af oflæti sínu og láta samferðamenn sína leiða sig inn í Damaskus. Tákmyndirnar tala hér sterklega til okkar. Jesús ljós heimsins, Páll leitaði ljósum logum að kristnum, en til þess að sjá hinn rétta boðskap varð hann að missa sjónina. Í þjónustu Guðs átti hann síðan að opna augu gyðinga og heiðingja og leiða þá úr myrkri heimsins til ljós hins himneska föður. Páll var blindur í 3 daga, hann var í myrkri.
og 3 er táknræn tala. Jónas var 3 daga í hvalnum og Jesús reis upp á 3. degi. Páll fastaði þessa 3 daga, hann hvorki át né drakk. Í Gamla testamentinu var fasta tákn sorgar eða yfirbótar eða tími bæna og fórna. Og hvað skyldi hinn trúfasti Páll hafa beðið Guð um? Máltækið segir, hinn heilbrigði hefur ótal bænir, en hinn sjúki aðeins eina. Og Páll hefur vafalaust beðið að fá sjónina aftur. En hvers vegna valdi Guð ekki einhvern annan en Pál til þjónustu við sig? Páll var andstæðingur hans og gekk hart fram gegn kristnum mönnum, svo hart að kristnir menn í Damaskus voru búin að frétta af óhæfuverkum hans. En Guð velur þann sem hann vill og hann hefur viljað kraftmikinn trúboða sem gengi fram í mikilli djörfung. Hann vildi mann eins og Pál. Þegar Guð birtist síðan Ananíasi í sýn og sagði honum að fara í ákveðið hús í bænum og leggja hendur yfir Sál frá Tarsus til að hann fengi aftur sjónina, þá varð Ananías forviða. Drottinn, sagði hann, ég hef heyrt marga segja frá þessum manni. Hve mikið illt hann hefur gert þínum heilugu í Jerúsalem. Og hér fer hann með vald frá æðstu prestunum að færa í bönd alla þá sem ákalla nafn þitt. En Guð sagði við hann, farðu, því þennan mann hef ég valið mér að verkfæri til þess að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja, konunga og börn Ísraels, og ég mun sýna honum hversu mikið hann verður að þola vegna nafns míns. Ananías hlýddi Guði, lagði hendur yfir Pál sem fékk sjónina aftur og fylltist heilugum anda. Og ekki lauðalöngu eins Pál var farinn að predika í samkunduhúsunum að Jesús væri sonur Guðs. Pál fékk lækningu. Hann tók sinnaskiptum þegar Guð opnaði augu hans fyrir rétta boðskapnum. En það er ekki víst að Pál hafi fengið fulla sjón aftur. Í lok Galatabréfsins skrifar hann, sjáið með hversu stórum stöfum ég skrifa ykkur með eigin hendi. Pál átti eftir að verða eldheitur í boðun orðsins. Sjálfur drottinn Jesús hafði birst honum. Leiðtoginn sem hann taldi að lægi í gröfinni og hefði skilið söfnuðinn eftir í reiðileysi. Nú hafði Páll orðið vitni að því að Jesús var upprisinn, hann lifir og hann fékk að vita að í ofsóknum sínum hafði hann ofsótt Krist. Því við erum öll limir á sama tré, limir á líkama hans. Í frásögninni er notað myndmál ljóss og myrkus, að vera blindur eða sjáandi, heilbrigður eða sjúkur. Menn geta talið sig ganga í ljósi Guðs, vera sjáandi og heilbrigður, en Guð svipti Pál þessu öllu á augabragði. Blindur var hann í myrkri og blindan mann skilgreindi samfélagið sem sjúkan mann. Jesús notaði blindu og myrkur sem tákn þess að vera á villigötum. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer, sagði hann. Jesús bauð öllum sem vildu upp á hina miklu lækningu, það er að sjá Guð, sjá inn í himinin. Páll og aðrir farisegar töldu sig vera þjóna Guðs og þóknanlega Guði ef þeir voru án sjúkdóma. Veikindi eða hvers kyns fötlun töldu þeir vera refsingu frá Guði. Þess vegna notaði Jesús þeirra hugsunarhátt þegar þeir settu út á að hann borðaði með syndurum. Þá sagði hann ekki þurfa heilbrigði læknis við heldur þeir sem sjúkir eru. Og sjúkir voru í merkingunni utan trúar, þar að segja ekki gyðingar.
Í kenningum sínum lagði Jesús áherslu á andstæður til að vekja athygli manna á afstöðu þeirra. Það eru aðeins tvær hliðar á peningnum og ef við köstum honum upp þá mun önnur hliðin snúa upp þegar hann lendir og hin snýr niður. Hliðar peningsins geta aldrei báðar snúið upp. En við getum valið hvora hliðina við látum snúa upp. Ef við setjum andstæðurnar sem Jesús notaði á hvora hlið peningsins, með eða á móti, dagur, nótt, ljós og myrkur, heilbrigður, sjúkur, gott og illt, Guð eða Satan, þá er valið hvora hliðina við viljum láta snúa upp auðveldara fyrir okkur. Á veginum til Damaskus segir Jesús við Pál að hann eigi að opna augu manna og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá valdi Satans til Guðs, það er frá hinu illa til hins góða. Fyrir nokkrum vikum nefndi ég að skilgreiningar nútímans á mörkum góðs og ills væri orðnar svo óskýrar og útvatnaðar að fólk ætti orðið erfitt með að sjá mörkin. Sem kannski skýringin á því hve okkur gengur illa að breyta alltaf rétt. En það einmitt það sem hið illa nærist á. En munið að Jesús sagði, enginn er góður nema Guð einn. Og Guð leggur ekki þá kröfu á okkur að vera fullkomin. Lækningin mikla sem Jesús býður okkur felst í náð Guðs fyrir trúna á hann. Í lexíunni skrifar sálmaskáldið, þú einn ert Guð. Vísa mér veg þinn drottin, að ég gangi í sannleika þínum, gef mér heilt hjarta, að ég tigni nafn þitt. Það er hjartað sem skiptir máli, hvaða fjársjóð við geymum í hjartanu, því Guð horfir á hjartað og Guð staðsetur trúna í hjartanu. Við þurfum öll að opna augun fyrir hinum sanna boðskap, en okkur er gjarnt að flækja málin. Finnast við ekki vera þess verð að hljóta hina miklu náð sem Guð gefur hverjum þeim sem trúir á soninn. Já, þemað í dag er lækningin mikla, frelsið í Kristi. Ef þið farið eftir því sem ég segi, eru þið sannir lærisveinar mínir og munið þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gera ykkur frjáls. Trúin gerir okkur frjáls. Þekkingin og orði Guðs gerir okkur frjáls. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Með því að velja góðan Guð hefur hann frelsað okkur frá öllu illu eins og við biðjum í bæninu okkar. Tilgangur hins kristna trúboðs er ekki heldur að dæma menn fyrir veraldleg brot, heldur að snúa mönnum til trúar á algóðan Guð sem fyrirgefur. Það fer því vel að ljúka þessari hugleiðingu með þakkarorðum sálmaskálsins, orðum sem eru í lok lexíunnar. Ég vil þakka þér, drottin Guð minn, af öllu hjarta og tigna nafn þitt að eilífu. Því að miskunn þín við mig er mikil. Þú hefur frelsað sál mína frá djúpi heljar. Þú, drottin, ert miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.